Komið sæl og velkomin í oddvita umræðu RÚV í Fjarðabyggð fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí. Hér búa ríflega 5.200 manns miðað við tölur í ársbyrjun og við erum á Reyðarfirði nokkurn veginn í miðju sveitarfélagsins en í Fjarðabyggð eru 7 byggðakjarnar. Ég heiti Ágúst Ólafsson og stýri umræðum ásamt Gunnari Gunnarsinni, ritstjóra Austurgluggans og Austurfréttar sem er í samstarfi við RÚV umfjöllun kosningarnar. Hér eru 9 fulltrúar í sveitarstjórn, Framsóknarflokkur og Fjarðarlisti mynduðu meirihluta eftir síðustu kosningar en upp úr því samstarfi slitnaði árið 2024. Þá mynduðu Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur meirihluta, þeir eiga 7 fulltrúa af 9 og Fjarðarlistin 2. Að þessu sinni eru 4 listar í framboði, Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur, Miðflokkur og Samfylking og annað félagshyggjufólk. Við ætlum að byrja oddvitum listana á að leyfa að kynna sig. Já, Stefán Þór Eystinsson, oddviti fyrir Samfylkinguna og annað félagshyggjufólk. Já, ég Hrafn Bjarnason, oddviti Miðflokksins. Þuríður Lilja Sigurðardóttir, oddviti Framsóknarflokksins. Ragnar Sigurðsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir þetta. Nú skulum við heyra stutt frá hverju einu. Hver að ykkar mati svona brýnustu málefnin í sveitarfélaginu á komandi kjörtímabili? Hvað kosið? Þuríður, byrjum þér. Já, takk fyrir að koma hérna og vera með þátt hérna fyrir austan hjá okkur. Ég tel að á margan hátt eru framboðin hérna með svipuð stefnumál og Fjarðabyggð er í heild mjög burðugt öflugt sveitarfélag. Við höfum að sem markmiðum að stefna að gera sem best fyrir íbúa hér og atvinnulíf. Ég held í grunninn að íbúar séu að miklu leyti líka að kjósa fólk, kjósa persónur, kjósa það fólk sem að það treystir til góðra verka og að hafa ávallt hagsmuni sveitarfélagsins að leiðarljósi og bara þeim sem þeir, treysta fyrir því. Hrafn, hvað kosið það þínu mati? Ég held að við séum svolítið að horfa á þetta eins og þurfum ykkur mína með fólki. Við erum að bjóða fram lista sem er með 9 fólki í sveitarstjórnarmálum að stærstu hluta. Við erum fólk sem eru með reynslu hérna úr atvinnulífinu, úr samfélaginu. Við erum með tiltölulega nýtt fólk og ég held að sé mikil eftirspurn eftir því að fá inn nýtt fólk í sveitarstjórnarkosninga eða í sveitarstjórnarmálin. Og ég held að við getum mætt þeirri eftirspurn vel og við munum sinna því vel. Já, Stefán? Já, ég get svo sem alveg tekið undir með Þuríði og Hrafni í því að það er auðvitað að vera að kjósa einhverju leyti fólk. Ég held að þetta muni líka svolítið snúast þetta daglega líf fólks. Það sem snýr að því að fá þjónustu úr sveitarfélaginu og skólamálin eru auðvitað eitthvað sem að koma alltaf upp í þessu samhengi og leikskólamálin þá sérstaklega mikið verið til umræða hér. Ég held að séu svona á þessu meiði sem að fólk er að hugsa í þessum komandi kosningum. Já. Ragnar, ykkar helstu mál? Ég held að íbúar hér séu fyrst og fremst að kalla eftir því að við höldum áfram að sækja fram. Við séum áfram í sóknarhug og þar skiptir í atvinnuuppbygging gríðarlega miklu máli að við séum að sækja þar ný atvinnutækifæri. Þannig sjáum við Fjarðabyggð stækka og verða öflugara sveitarfélag. Þannig fjölgum við íbúunum, auðgum mannlífið og fáum meiri tekjur til þess að sinna innviðauppbyggingu sem að við finnum sterkt að íbúar er að kalla mjög skýrt eftir. Já. Fjarðabyggð, þessi nefnið, hefur orðið til við sameiningu nokkura byggðarlaga. En þið rædduðum þjónustu og maður heyrir fólki að því finnst enn langt á bergstofuna, sem finnst að vera afskiptir og skilvirkni sé ekki næg og þetta á ekki endilega bara við þá stað sem er lengst frá miðjunni. Þetta er jafnvel ávísun á ósamstöðu. Hafið þið áhyggjur af þessu og hvernig teljið þið besta á að stilla saman strengi? Þú byrjar, Hrafn. Já, við höfum heyrt þessa umræðu varðandi það að ákveðnir íbúar og ákveðnir byggðakjarnar upplifa sig kannski einhverju leyti ekki nægilega góðum tengslum við sveitarfélagið og við teljum að þurfa að auka samskipti mikið innan sveitarfélagsins, það þurfa að bæta þau. Við þurfum að fá íbúarna til að vera meiri þáttakendur í því sem við erum að gera og passa á upplýsingaflæði til íbúa, til fyrirtækja. Þetta upplýsingaflæði nái á leiðarenda. Við verðum að ná að tengja þessa púnta saman. Þannig teljum við getum náð betri sameiningu. Getur þú sagt okkur hvernig ætlar að gera þetta? Ég held að þurfum bara að finna leið til þess að funda meira með fólki. Við höfum kannski að horfa svolítið á framboðsfundina sem við erum á hérna í þess að núna þegar listarnir eru að bjóða sig fram og er ósk eftir samtali við fólki. Ég held að þurfum kannski bara að halda þessu samtali gangandi yfir kjörtímabilið. Já, við höfum einmitt heyrt þetta mjög mikið í okkar samtölum við fólk hér í Fjarðabyggð. Það er svona upplifir eins og kemur inn á, það hefur fjarlægst stjórnsýsluna, erfitt ofta að fá svör og lítið upplýsingar,
og það eitthvað sem hefur skort og ég held að við séum svo sem öll sammála því. Við höfum í okkar stefnumótun hort sérstaklega til þá heimastjórna, við höfum svolítið hort til þess hvernig þetta gert í Múlaþingi sem dæmi. Þar hefur þetta verið ákveðið tilraunaverkefni í þróun, ég held að sé margt þar sem við getum tekið til okkar og lært af. Og þegar við erum að ræða þetta heimastjórnar svona verkefni, þá þetta eitthvað sem við hefðum áhuga á að þróa með okkar fólki og fara í samráð með því hvernig sé best að gera þetta. Því að við upplifum svo sannarlega að íbúar okkar finnist þau vera fjarlæg þær ákvarðanir sem eru teknar í þeirra kjörnum og það auðvitað slæmt, því að eins og þú segir, þetta ekki til þess að auka þessa samheldni sem að við viljum auðvitað setja í staðar og nauðsynlegt að setja í staðar. Þannig að við höfum hortið þess, já, þetta með heimastjórnirnar, fundar reglulega auðvitað með íbúum, bjóða þeim að taka þátt í raun og veru í þessum ákvörðunum sem eru teknar í þeirra kjörnum og þá í raun og veru að gefa þessum heimastjórnum eitthvað ákveðið vald, auðvitað samt á skynsaman hátt, þannig að þetta sé ekki að þvælast fyrir okkur í stjórnsýslunni. Við höfum rætt við fólk í Múlaþingi sem hefur reynslu af þessum heimastjórnum og það eru ýmsir hlutar, ýmsir vankantar sem þarf að pússa og gera betur og ég tel okkur geta lært af því, tekið það sem að virka vel og nýtt okkur það hér í Fjarðabyggð. Ragnar, þetta verkefni þarf að stilla betur saman strengi í þessu, já, kannski rótgróna sameinaða sveitarfélagi? Já, klárlega og við fundum það mjög skýrt þegar við fórum inn í meirihluta að fólk var að kalla eftir auknu samtali. Og við höfum að einhverju leyti orðið við því. Við höfum sett á viðtalstíma í öllum byggðakjörnum og við sem sjálfstæðisflokkur höfum lagt okkur fram við að funda mjög reglulega í öllum byggðakjörnum. En það vel hægt að gera betur og við verðum að svara þessu ákalli með betri hætti. Við finnum þetta mjög skýrt. Og við höfum verið að horfa líka á tæknina í þessu. Við fórum í nýja heimasíðu gerð, við erum að setja upp opið bókhald, við erum að setja upp app til þess að svara þessu ákalli varðandi ábendingagátt og gera þetta allt miklu aðgengilegra. En sko, það bara ein leið til þess að svara ákalli samtal og það að taka samtal. Og ég hef enga trú á því að heimastjórnir leysi þann vanda. Fyrir mér það snýst það að útvista samtalinu. Ef ákallið samtal þá eiga flokkarnir að taka það en ekki stjórnsýslan og þá bara að mæti byggðakjarnana og taka þetta samtal og ég til í það. Þuríður, er þörf á því að stilla betur saman strengi? Já, ég til það og við heyrum það á fólki, sérstaklega þeim sem að búa í byggðarlögum sem aðeins fjarri miðsvæðinu. Og sjálfsögðu höfum við áhyggjur af því að fólki finnist það ekki fá sömu áheyrn og aðrir í sveitarfélaginu og allir eiga að sitja við sama borða sjálfsögðu. Við hjá Framsóknarflokknum höfum verið að funda aðeins yfir kjörtímabilið, hefðum átt gera meira og tökum það klárlega til okkar næsta kjörtímabili og við höfum líka verið núna í okkar málefnavinnu að skoða hvernig þetta er gert í öðrum sveitarfélögum og sáum það verkefni eins og hverfi mitt hjá Reykjavíkurborg og með því hægt að auka íbúalýðræði þó að það kannski ekki virkar sem skildi hjá Reykjavíkurborg þá trúum við að það myndi virka betur hér að því hérna vilja íbúar fá að taka þátt þeir vilja fá að vera með og hafa skoðun á því sem að framkvæmt í þeirra sveitarfélagi eða þeirra byggðakjarna segi ég þannig að við viljum prófa að keyra svoleiðis tilraunaverkefni staðreyndin bara svo að bilið milli stjórnsýslu og íbúa orðið mögulega eins og breytt og við þurfum bara að bregðast við því og stytta boðleiðarnar og stytta bilið á milli. Já. Það kom fram í könnun starfsgreinafélags að breytingar sem sveitarfélagi gerði á gjaldskrá leikskóla virðast umdeildar og virðist sem atvinnuþátttaka kvenna í sveitarfélaginu hafi minnkað út af þessum breytingum. Eru breytingar á starfsemi leikskólana komna til að vera og viljið þið hafa þetta svona til framtíðar, Ragnar, á að halda eitthvað striki? Sko, fyrst og fremst snerust breytingar í leikskólamálum það að tryggja það að leikskólinn væri til staðar þegar þú þyrftir á því að halda. Og við vorum að sjá mikla aukningu á fyrirsíðum lokunardögum og mönnunarvandinn var orðinn mjög mikill. Þannig að við urðum að grípa til ráðstafana og okkur hefur tekist það að fækka þessum ófyrirsíðu lokunardögum. Það vel og aðgerðin sem slík að virka. Það kerfi sem við tókum upp er ekki heilagt. Þetta snýst bara að það sé hægt að manna og að þjónustan sé til staðar þegar fólk þarf á því að halda. Fyrir mér það lykilatriði.
Stefán, ert þú sáttu við þessar breytingar sem voru gerðar? Vilt þú hafa sama kerfi áfram eða fara í einhverju frekari breytingar? Við lögðumst auðvitað gegn breytingunum á sínum tíma í bæjarstjórn og fannst svona, það kannski ekki alveg nægilega ígrundaðar. Það sem við vörum við á sínum tíma, það hefur að mestu leyti raungerst, en það eins og Ragnar kemur inn á, það var sannarlega þörf á því að fara inn og endurskoða þjónustuna því að við vorum í vandræðum með mönnun og annað slíkt, þannig að það var vandamál til að bregðast við. Það kannski í þessu ferli sem átti sér stað þarna, það var kannski skorti á samráð og ýmislegt annað, svona við starfsfólk við foreldra og það eru þetta einhver viðleitni sín þar en okkur fannst skorta samráð. Þetta eitt af því sem við höfum svolítið tekið til okkar í okkar stefnumótun núna, að það þurfa að fara aftur í og skoða þessar breytingar alveg frá grunni. Eins og Ragnar segir, þetta er auðvitað eitthvað sem má endurskoða, þetta er mannanna verk þegar kemur að þessu og þarna er klárlega eitthvað sem má breyta. Þið viljið breyta þessu? Já, við þurfum að endurskoða þetta kerfi alveg upp og neitt. Það er ekki sátt kerfið eins og það er í samfélaginu í dag og þær breytingar sem við vörum við, þær eru að raungerast. Við sjáum það í könnuninni hjá Afl, stéttarfélaginu Afl og í könnuninni sem var gerð hjá Fjarðabyggð að þeir sem eru að minnka við sig í vinnu til þess að mæta breytingum á leikskólakerfinu, það eru konur. Minnka við sig í vinnu og það er ekki nógu jákvætt. Líka erum við að sjá hjá þeim fjölskyldum þar sem að þarf að breyta vinnutíma og það eru konurnar sem að taka á sig þessar byrðar. Við sjáum í könnunni hjá Fjarðabyggð, þetta er töluvert stór hluti fjölskyldna í Fjarðabyggð. Þannig að þetta eru í raun og veru kannski ósanngjarnar byrðar sem eru að lenda á konum þarna og afleiðingarnar af því eru margar. Þannig að við þurfum einhvern veginn að bregðast við þessu, þannig að við séum aftur að jafna leikinn, þannig að allir geti tekið þátt í atvinnulífinu. Var ekki alveg farið rétt í þetta? Heldur þessi breyting eins og þið lögðuna til og gerðana? Sko, ég var ekki í þeirri vinnu sem var þegar að þessar breytingar voru ákveðnar og vinnun sem var þar fyrir. Ég stóð á bak við hana og studdi hana þegar hún var ákveðin í bæjarstjórn. Það sem ég hef heyrt og það sem ég hef séð er að óánægjan hérna í Fjarðabyggð snýst að miklu leyti skráningadagana. Það er gríðarlega ánægja með þessa sveigjanlegu vistun sem við bjóðum upp á hérna í Fjarðabyggð og gjaldið sjálft er bara í meðalagi með við landið en skráningadagarnir og fjöldi þeirra er eitthvað sem við þurfum að endurskoða. Ég held að sko við hjá Framsókn höfum sagt það, við ætlum að halda áfram á þessari braut með það að þessi stytti vistunartíma er ódýrari og halda áfram með hann sveigjanlega vistunartíma fyrst og fremst til að tryggja örugga leikskólavist og börn komist inn 12 mánaða. Maður sér að leikskólar í mjög mörgum sveitarfélögum er í vandræðum. Við erum það ekki. Við bjóðum upp á úrvals leikskólaþjónustu hér og við erum ekki með þessa lokunadaga sem sjást annars staðar eins og hjá nágrannum okkar í Múlaþingi þar sem hreinlega er lokað. Í staðinn ákváðum við að fara þá leið að bjóða upp á skráningadaga. Þannig ég tel að við höfum mætt hlutahóps með því en við þurfum eins og ég segja, við þurfum að endurskoða kerfið en við teljum að við séum á réttri leið. Hrafn, hvað segir M-listin þessi mál? Þessi umræða er auðvitað verið töluvert hávar í samfélaginu síðan að þessar breytingar voru gerðar og svona það fólk sem við höfum talað við þá bæði innan leikskólakerfisins og svo foreldra að þar virðist menn svona almennt vera sátt, fólk almennt vera sátt sammála það að skráningardagarnir séu margir og þá horfir fólk sérstaklega á þessa daga þetta klemmudagar sem eru þá dagar sem eru ekki tengdir við til dæmis eins og dymbilvikuna eða jólafríin eða svoleiðis og almennt séð þá finnst fólki að það þarf að fækka þessum dögum og fólk innan leikskólakerfisins virðist líka vera sammála því að þessi svigrúm fyrir því en auðvitað hef ég ekki allar skýrslur eða nákvæmlega allar forsendur fyrir því hversu þetta var gert og hversu þessi dagar voru 20 en ekki 10 eða 15 og þannig var þetta leikskólakerfi sem við höfum svona fundið fyrir áhuga á og það er að skoða þetta með sumarlokanir leikskóla sem eru núna 4 vikur að stytta það með í 2 vikur þannig að auka þá sveigjanleika bæði kennarana og foreldrana til þess að ákveða sitt sumarfrí og þetta er auðvitað líka mikilvægt gagnvart atvinnulífinu því þetta er ekki stórt samfélag og ef það eru margir á sama vinnustaðnum með börn í leikskóla þá þurfa allir að vera í frí á sama tíma sem 4 vikurnar þannig við teljum við þarna megi bæta þjónustuna svo eru þetta líka þessi umræða varðandi það að atvinnuþátttaka kvenna hafi minnkað vegna þess að vistunartíminn er þá í grunninn 6 tímar og lengjanlegur þú getur alveg verið í 8 tíma en það kostar meira það væri þetta æskilegt að leita leiða til þess að leikskólatími eða vistunartími barna væri í samræmi við vinnutíma
það var auðvitað gott að fá hann aftur upp í 8 tíma. Næsta mál. Æskulýs og íþróttamál hafa verið áberandi á kjörtímabilinu. Íþróttahúsið á Eskifirði búið að lokað. Ekki bundið Fjarðabyggðin á Austurlandi talað kostnað sem fellur á foreldra af íþróttir, ferðalög og slíkt. Hvernig tryggjum við að öll börn eigi jafnan rétti eða geti tekið þátt í æfingum og keppni? Hvernig horfið þið á stöðu íþróttastarfs í Fjarðabyggð og hvað getur sveitarfélagi gert til að styðja það? Þuríður? Já, við þurfum klárlega að standa vörðum og efla enn frekar íþróttastarf hérna í Fjarðabyggð. Ég er búin að stýta starfsfólk núna síðustu 1-2 árin uppbyggingu á nýju íþróttahúsi á Eskifirði, íþróttahúsi sem að þjónar skólaíþróttum og öðrum íþróttum að sjálfsögðu. Og það er bara mjög mikilvægt að ráðast í þær framkvæmdir og sem fyrst, af því að það þolir ekki bið. Við höfum líka hort á það að auka enn frekar á ferðin milli byggðakjarna því við vitum að börnin vilja fá að æfa líka saman og þau vilja fá að æfa í stærri hópum, þannig að við viljum tryggja að það sé hægt og það sé í boði með öflugum samgöngum milli byggðakjarna. Og svo hefur við í Framsókn líka sett fram sem stefnumála að stofna svokallaðan ferðasjóð sem að auðveldar þá og sem sagt léttir undir með fjölskyldum út af gríðarlega háum ferðakostnaði barna við íþróttir og mót og þess áttar sem er mjög íþyngjandi fyrir börn út af landsbyggðinni og þau að sjálfsögðu að fá sömu tæki fyrir önnur börn að skara fram úr íþróttum. Ragnar, hversu áreind þetta málið ykkar mati í dýrastanum? Þetta er lykilatriði og það er skýrt ákall að við förum í kröftuga innviðauppbyggingu í íþróttamálum, sérstaklega á Eskifirði þar sem að ekkert íþróttahús í dag og við höfum núna sett í gang skipulagsbreytingu á svæðinu í kringum Sundlaugina og Eskifirði til þess að mæta uppbyggingu á nýju íþróttahúsi þar. Það er lykilatriði að það komist í gagnið og að framkvæmdir hefjist þar í sumar. Við erum einnig í kröftugur uppbyggingu á Fjarðabyggðarhöllinni. Við erum að einangra Fjarðabyggðarhöllina og hún verður komin upphittun á henni núna í haust sem að eykur nýtingar möguleikana á þessu stóra og flotta mannvirki til muna fyrir alla aldurshópa. Það er gríðarlega mikilvægt og svo tekið undir eins og ég held að við gerum nú öll varðandi ferðasjóðin. Það er áhyggjuefni að það er að verða brottfall úr íþróttum vegna þess hversu dýrt það er að senda börn í mótahald og keppnishald, æfingabúðir og svo framvegis. Og þess vegna ætlum við að koma á ferðasjóði og höfum þegar hafið samtal við atvinnulífið að koma að slíku með okkur til þess að koma beint til móts við foreldra iðkenda í þeim efnum og svo er það annað áhyggjuefni varðandi íþróttahreyfinguna að það þarf að hlúa betur að íþróttafélögunum. Við erum samfélag sem er alltaf að, það er ofboðslega erfitt að fá sjálfboðaliða til þess að taka þátt í íþróttastarfi og maður finnur að þau eiga í erfileikum með mótahald og mannaráðningar og slíkt og við ætlum að koma til móts við þetta með því að ráða starfsmann sem að verður hjá íþróttafélögunum, þau verður styrkur frá bænum til þess að halda utanum þennan daglega rekstur íþróttahreyfingan. Hver er ykkar sýn á íþrótta- og æskulýðsmálin? Já, ég er sammála því að við verðum að fara í uppbyggingu á íþróttahúsi á Eskifirði. Það er auðvitað ekki ásættanlegt að það sé ekki aðstæða til íþróttaiðkunar fyrir börn í hverjum byggðakjarna. Við þurfum að hafa það til staðar. Við þurfum að horfa svolítið á nýtingu á þessum íþróttamannvirkjum öðrum sem við eigum, til dæmis eins og svo erum við með Oddsskarð, mjög flott skíðasvæði sem þarfnast viðhalds og það þarf uppbyggingu þar. Og við teljum að það væri mjög æskilegt þess að nýta svæðið betur og koma til móts við fjölskyldur að vera með ferðir, þar að segja almenningssamgöngur sem undir minnstakosti geta keyrt krökkum þá á skíðasvæðið eftir að skólatíma lýkur. Og það er svona ákall það að skíðahreyfingarnar að fá að minnstakosti aðra ferðina uppbytið, þó foreldrar sækir sjálfur þá sé að minnstakosti ekki 2 ferðir sem þarf að fara í það á dag. Varðandi eins og ferðasjóð fyrir börn, það er auðvitað mjög mikilvægt, eða fyrir foreldrar barnanna kannski frekar, það er auðvitað mjög mikilvægt þess að svona jafna aðgang að íþróttum, að þetta sé ekki það dýrt að fólk þurfi að neita börnunum sem þetta. Og svo er þetta áhyggjuefni núna sem að ríkisstjórnin hefur verið að tala að taka loftbrúna af aftur, loftbrúna hjá flugfélaginu. Það munar miklu fyrir sérstaklega þá sem við erum með börn í íþróttum að geta fengið þessa niðurgreiðslu á flugi. Þannig það er líka mikið tap fyrir okkur á landsbyggðinni ef það er tekið af. Stefán, hvað segir þú um þessi mál? Já, þetta er mál sem stendur okkur mjög nær og við heyrum þetta víða þegar við förum og tölum við fólk að þetta skiptir gríðarlega miklu máli.
við þekkjum það að fólk velur sér oft búsetur sem fjölskyldur eftir því hvað í boði á hverjum stað fyrir sig og þá mikilvægt að við séum með öflugt íþróttastarf á svæðinu og við höfum að ég veit öll hér við borðið mikið metnað fyrir því að halda áfram þessari öflugur innviða uppbyggingu sem átt í stað hér. Við eigum öflug íþróttahús víða og það búið að samþykkja núna að byggja íþróttahús á Eskifirði. Ég hefur farið eins og Ragnar kom inn á með Fjarðabyggðarhöllina og það auðvitað mikilvægt að þessi uppbygging haldi áfram. Hrafn kom aðeins inn á Oddskar og það auðvitað hérna ég sagði nú daginn þetta væri fallegast og besta skíðas á landinu sem og það og það auðvitað krefst þess að við förum í ákveðna uppbyggingu þar. Þannig það auðvitað gríðarlega mikilvægt og bara tækifæri fyrir okkur að auka aðdráttarafl sveitarfélagsins út af við í rauninni og fá hérna fólk til þess að koma og vera. Ein af leiðunum til þess að auka aðgengi krakkan okkar að íþróttum eru auðvitað almenningssamgöngurnar, við þekkjum það. Við höfum auðvitað verið með þær hér í einhver tíma, við erum auðvitað fjölkjarna sveitafélag og við þurfum að jafna aðgengi barnanna okkar að íþróttum hér í sveitafélaginu og það eitt af því sem við viljum gera. Við þurfum að endurskoða í raun og veru almenningssamgöngum með það í huga að fólk geti nýtt sér þessar tómstundir og íþróttir sem í boði í sveitafélaginu. Ég held til að það sé gríðarlega mikilvægt og svo þetta eins og allir hér hafa komið inn á þetta með ferðakostnaðinn, hann þetta gríðarlega mikið áhyggjuefni, það hallar gríðarlega mikið á landsbyggðina í þessu þegar kemur að ferðakostnaði fyrir börnin okkar. Við bókuðum auðvitað í bæjarráði varðandi þennan ferðasjóð og ég veit allir úr sammálu að sveitarfélagið þurfa að stíga þarna inn og aðstoða við fólk í sveitarfélaginu að geta tekið þátt í íþróttum. Það þetta bagalegt að þessi brottfall út af með þessu í íþróttum því að íþróttir eins og við vitum, þetta gríðarlega mikið forvarnastarf sem unnið þarna og að halda börnunum í íþróttum eins lengi og við getum þetta gríðarlega mikilvægt. Þannig að það til mikils að vinna þarna og við munum gera það sem við getum til að standa vörð um þetta. Takk fyrir það. Það farið að styttast í þessu hjá okkur hér í Fjarðabyggð og nú langar okkur að vita eins svona hvert þið hugsið með samstarf við aðra lista eftir kosningar og hvort þið útiloki einhvern frá samstarfi og hvort þið séu með bæjarstjóraefni. Byrjum bara á emnistanum. Nei, við höfum nú ekki sett okkur inn að sterka en að skýra stefnu varandi bæjarstjóramálin og ég tel að við getum unni með öllu fólkinu sem situr hérna með okkur. Ég held að það ætti alveg að vera hægt en ég held að svona langt best að sjá hvað kemur upp á kjörkössunum árunum fyrir að ákveða það. Já. Stefán, hvað segir þið? Já, við útilokum engan, við býðum bara og sjáum hvað kemur upp úr kjörkössunum og hérna, eins og Hrafn segir, þetta allt gott fólk hér við borðið, við höfum reynslega að vinna saman áður og í rauninni ekkert sem stendur í vegi fyrir því að vinna með því fólki sem hér, en þetta allt gott fólk. Varðandi bæjarstjóraefnið þá höfum við í rauninni ekkert slíkt heldur, við höfum svo sem bara gefið það hérna út að við höfum áhuga á að halda Jónu Árný áfram sem bæjarstjóra, það sé gríðarlega vel og ég tel að það sé mikilvægt fyrir sveitarfélagi að hafa samfellu í bæjarstjóra áfram. Ragnar, sjáðu þið fyrir ykkur að geta unni með hverjum sem og já, ert þú væntanlegur bæjarstjóraefni ykkar lista? Nei, ég stefna ekki á bæjarstjórastólinn. Við erum ekki með bæjarstjóraefni. Þetta snýst fyrst og fremst málefnin. Auðvitað myndi það bara einfalda hlutina að fá bara hreinan meira hluta. Það væri auðvitað heppilegast. en við treystum okkur til þess að vinna með öllu þessu góða fólki sem hérna. En þetta mun alltaf snúast málefnin. Við höfum átt mjög gott samstarf við núverandi bæjarstjóra. Hún kemur auðvitað inn í þetta á mjög krefjandi tíma. Við vorum búin að vera með bæjarstjóra, 4 bæjarstjóra á 5 árum. Og það hefur gengið vel, það hefur komið svona ákveðin samfella í þetta og stöðuleiki en fyrst og fremst málefnin. Já. Þuríður, hvernig hugnast ykkur áframhaldi? Viljið þið halda í meirihlutann með Ragnar eða horfið þið hvert sem og þá spurning með bæjarstjórann? Já, við bara getum unni með hverjum sem þetta mikil samvinnuflokkur. Þannig að ég treysti mig til að vinna í meirihluta með öllum sem að sitja hér inni og þeirra góða fólki sem á listum. Það hefur verið gott samstarf í meirihluta bæði við Sjálfstæðisflokkin og Fjarðarlistan fyrir á kjörtímabilinu. Þannig að það verður bara komið ljós hvað kemur úr kössunum. Eins og Ragnar segir þá náttúrulega þetta fyrst og fremst málefnin og hverjir ná best saman að því að vinna hér en við vinnum öll á sama markmiði náttúrulega, bara að gera sem best fyrir íbúa. Varðandi bæjarstjóraefni, við erum ekki með það en mér hefur fundist Jón Árný og okkur finnst Jón Árný á staði sem ég vil starfi og sammála Stefánu með það að það er bara mikilvægt að hafa festu í þessum málum. Hún vel að sér og er búin að koma sér vel inn í hlutina.
Já, ég held að þetta er nokkuð skýrt hjá þeim að hérna allir vinna með öllum og hérna faglega ráðin bæjarstjóri. En þá er þessu lokið hjá okkur hér í Fjarðabyggð og þökkum ykkur kærlega fyrir komuna. Þuríður Lilja Sigurðardóttir B-lista, Ragnar Sigurðsson D-lista, Hrafn Bjarnason M-lista og Stefán Þór Eysteinsson S-lista. Þakku fyrir og verið sæl.